Góðan daginn, Þórunn Steinsdóttir heiti ég og ég ætla að fjalla hérna stuttlega mataræði og áhrif þess á vöxt og myndun krabbameins. Ég hef núna í rúmlega 2 ár haldið úti heimasíðunni mátturmatarins.com þar sem ég fjalla þetta málefni og legg þar höfuðáherslu á forvarnagildi þess að borða hollan og næringaríkan mat. Einnig deili ég uppskriftum sem innihalda þau matvæli sem talið að geta unnið gegn myndun krabbameins og þannig reyna að gera lesendum auðveldara fyrir þegar kemur að því að breyta sínu mataræði til eins betra. Mér langar að byrja aðeins á því að fjalla krabbamein á almennu nótum. Krabbamein er eitt stærsta heilbrigðisvandamálið í heiminum í dag. The Cancer Research Society í Quebec í Kanada hefur líklega rannsakað áhrif mataræðis á vöxt og myndun krabbameins hve mest og meðal annars gefið út bókina Bragðið í baráttunni sem kom út í íslenskri þýðingu árið 2009. Þessi stofnun fullyrðir að tíðni krabbameins hafi aukist ríflega 54% á síðustu 25 árum. Þessi aukning verður að sjálfsögðu að hluta til felld undir aukið langlíf í heiminum en áhrif umhverfisþátta má þó ekki vanmeta og með hverju árinu kemur betur og betur í ljós hve mikil og fjölbreytt áhrif umhverfisþættir hafa á okkar heilsu. Með umhverfisþáttum er ekki eingöngu átt við mataræði heldur einnig áhrif geislunar, reykinga, sýkinga og mengunar og fleiri þáttar sem ekki tengjast okkar genum. Nú virðast flestir sammála því að mataræði hafi áhrif á hjartasjúkdóma, offitu, áunna sykursýki og háan blóðþrýsting en einhvern veginn virðist erfiðara að sannfæra fólk það að mataræði hafi raunverulega áhrif á vöxt og myndun krabbameins. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á mat og eldamennsku og áhrifum matar á okkar andlegu og líkamlegu heilsu. Þessi áhugi var til þess að ég fór að kynna mig betur hvaða þættir þeir eru sem ég get stjórnað þegar kemur að krabbameinsmyndun í mínu líkama og hvað það er sem ég get gert til að minnka líkurnar á því að ég greinist með krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni. Sjálfkrafa leiddi minn áhugi mig inn í þau fræði sem ég hef skrifað síðastliðin ár og hefur orðið til þess að ég er fullkomlega sannfærð það að mataræði getur haft úrslita áhrif og það hvort við þróum með okkur krabbamein eða ekki. The World Cancer Research Fund hefur fullyrt að rekja með 30% krabbameinstilvika beint til lélegs mataræðis og fræðimenn hjá MD Anderson Cancer Centerinu í Houston, Texas sem er eitt fremsta cancer-center í heiminum í dag fullyrt að einungis 5% krabbameinstilvika sé beint hægt að rekja til okkar gena en hinn 95% megi rekja til umhverfisþátta. Umfjöllun forvarnagildi mataræðis er ekki svo sama þegar kemur að mismundi tegundum krabbameins. Hormónategund krabbamein eins og brjóstakrabbamein og blöðruhálskirtilskrabbamein eru að vissu leyti sér á báti en ristilkrabbamein virðist vera það krabbamein sem hægt er að hafa hvað mest áhrif á með réttu mataræði. Samkvæmt World Cancer Research Fund á rétt mataræði eða heilsusamlegt mataræði að geta komið yfir fyrir 66–75% ristilkrabbameins tilvika. Þetta eru gífurlega háar tölur og sýna bersýnilega að matur hefur gífurlega mikil áhrif á myndun ristilkrabbameins. En áður en fjalla tilteknar fæðutegundir og forvarnagildi þeirra langar mig að fjalla þessum fitusýrurnar omega-3 og omega-6. Það má í raun segja að áhugi minn hafi vaknað fyrir alvöru þegar ég las bókina Bragðið í baráttunni fyrir tæplega 3 árum síðan. Umfjöllunin í bókinu áhrif bólgu á myndun krabbameins fannst mér sérstaklega athyglisverð. Þar kemur fram að krabbamein myndist í stórum hluta tilvika í bólgum og sem eru náttúrulega viðbrögð líkamans við óæskilu áreiti. Af þeirri ástæðu sé sérstaklega mikilvægt að neyta bólguhamlandi fæðutegunda og lágmarka neyslu bólguhvetjandi fæðutegunda. Í því samhengi er mikið fjallað fitusýrurnar omega-3 og omega-6 þar sem omega-3 er bólguhamlandi á meðan omega-6 er bólguhvetjandi. Þess vegna er lögð sérstök áhersla á að fólk hafi hugfast hvernig fita er í matnum sem það borðar og hvaða áhrif hún hefur á okkar heilsu. Fyrir þá sem ekki vita hvaða matur er ríkur af omega-3 og hvaða matur er ríkur af omega-6 langar maður að fjalla eins það. Omega-3 finnst í miklu mæli í feitum fiski, tegundir eins og lax, silungur, makríll og síld eru ríkar af omega-3 fitusýrum og því bólguhamlandi fæðutegundir. Aðrar fiskitegundir innihalda omega-3 sjálfsögðu líka en í eitthvað minna mæli. Aðrar fæðutegundir sem eru ríkar af omega-3 eru hörfræ, síafræ, hampfræ, repjólía,
valhnetur og fleiri fæðutegundir úr jurtaríkinu. Fæðutegundir sem eru ríkar af omega-6 og hlutfallslega snauðar af omega-3 eru til dæmis feitar dýraafurðir eins og smjör, unnar kjötvörur og mjólkurafurðir. Mikilvægt að taka fram að omega-6 að sjálfsögðu okkur lífsnauðsynlegt eins og omega-3. Raunin hins vegar sú að hið vestræna mataræði inniheldur hlutfallslega allt of mikið af omega-6 og of lítið af omega-3. Eðlileg hlutföll milli omega-3 og omega-6 í líkamanum eru eitthvað í kringum 2:1 upp í 4:1. 2 sinnum meira af omega-6 en omega-3. Við þessar aðstæður ríkir ákveðið jafnvægi í líkamanum sem á ekki að valda bólgumyndun. Staðreyndin svo að hefðbundna mataræði á Vesturlöndum inniheldur það bil 20 sinnum meira af omega-6 en omega-3. Þetta veldur ójafnvægi í líkamanum og aukinni bólgumyndun og í kjölfarið aukinni sjúkdómamyndun eins og krabbameinsmyndun. Þessar staðreyndir þóttu mér virkilega merkilegar og eitthvað sem í raun gerði það verkum að ég fékk áhuga á þessu efni og hef síðan lesið fjöldan allan af bókum og fræðigreinum til þess að kynna mér þetta betur og breytti mínu lífstíl mikið. Það má eiginlega segja að í svona stuttum fyrirlestri eins og þessum þá séu 4 atriði sem langar helst að fjallum. Ég hef lagt mjög litla áherslu á að tala það sem má ekki, þannig að ég hef ákveðið að tala ekki sykur sem einu nemur, en ég verð þó að segja nánast hver ein og einasta bók eða fræðigrein sem ég les brýnir fyrir fólki að minnka sykurneyslu og skipta sykri út fyrir önnur náttúrulega sætuefni eins og maple syrup eða agavesíróp, döðlur eða hunang. En þó halda neyslu þeirra einnig í lágmarki. En þau 4 atriði sem ég ætla að fjalla eru í fyrsta lagi trefjaríkur matur, í öðru lagi litríkur matur, í þriðja lagi fita og í fjórða lagi krydd. Eins og mörg ykkar líklega vitað þá mælt alveg sérstaklega með því að borða trefjaríkan mat til að minnka líkurnar á myndun ristilkrabbameins. Trefjaríkur matur aðstoðar við losun líkamans og eiturefnum og þannig styttir þann tíma sem líkaminn í snertingu við krabbameinsvaldandi efni. Með trefjaríkum mat átt við heilkorna brauð, baunir, linsur, hýðishrísgrjón, bygg, kínu og búlgur og fleira, grænmeti, ávexti og annað slíkt. Í þessu samhengi gott að bera saman mismunandi fæðutegundir og trefjainihald þeirra. Fransbrauð til dæmis frá millinni inniheldur til að mynda 2 grömm af trefjum í hverjum 100 grömmum. Heimilsbrauð inniheldur 3 grömm og orkubrauð sem trefjaríkasta brauðið sem Millan framleiðir inniheldur 8 grömm af trefjum. Þannig mikill munur á þeim brauðum sem fást í stórmörkuðum hvað trefjainihald varðar. Soðnar linsubaunir og svartar baunir innihalda rúmlega 15 grömm af trefjum í hverjum 100 grömmum. Auk þess innihalda baunir og linsur einstaklega mikið af öðrum næringarefnum, svo sem próteini, magnesíumi, B-vitamínum, járni og virkum plöntuefnum sem talin eru að vinna gegn myndun krabbameins. Baunir og linsur eru auk þess ríkar af andóksunarefnum og eru bólguhamlandi þannig að þær eru sérstaklega góð fæða fyrir fólk sem vill minnka líkurnar að fá ristilkrabbamein. Ávextir og grænmeti eru einnig ofta tíðum trefjarík. Ávextir eins og hindber, bromber, kíví og bananar eru trefjarík og grænmeti á borð við ætiþisla, spergilkál og grænar baunir eru einnig trefjarík. Annað atriði sem ég ætla að tala litríkur matur. Litríkar fæðutegundir úr jurtaríkinu innihalda yfirleitt mikið magn af svokölluðum plöntuefnum eða phytochemicals. Þetta eru efnin sem gefa matnum lit og hafa mörg hver eiginleika til þess að vinna gegn krabbameini. Þetta eru efni eins og glúkósínolit sem finnst til dæmis í spergilkáli og spínati, grænkáli og rósakáli, organósúlfúr sem finnst í einum ýmsu tegundum af lauk en í mestum mæli hvítlauk, líkópen sem finnst í rauðu grænmeti á borð við tómata, vassmelónur og rauða papriku, lútein sem finnst í dökkgrænu grænmeti og að lokum karótín sem finnst í gulu og appelsínugulu grænmeti á borð við gulrætur, sæta kartöflur, grasker og appelsínur. Þessi plöntuefni eru einungis nokkra fjölmörgum plöntuefnum sem finnast í matvælum í jurtaríkinu og hafa hamlandi áhrif bæði á bólgur og krabbameinsmyndun.
Bandaríska krabbameinsstofnunin hefur staðfest með rannsóknum að yfir 100.000 mismunandi plöntuefni að finna sem hafi eiginleika til þess að vinna gegn krabbameini og að í hverri plöntu sé ofta til 100 virk plöntuefni, yfir 100 virk plöntuefni sem vinna saman. Af þeirri ástæðu mikilvægt að neyta fæðunar sjálfrar í stað þess að fá umrædd plöntuefni úr fæðubótarefnum. Þriðja atriði sem ég ætla að fjalla er fita. Ég fjallaði hérna áðan mikilvægi jafnvægi sem þarf að ríkja milli omega-3 og omega-6 til þess að koma í veg fyrir bólgumyndun í líkamanum. Fitan sem við borðum er því gríðarlega mikilvæg og vert að fjalla nánar hvað fita það sem er okkur góð og hvað fita er okkur slæm. Ég myndi persónulega mæla með repjuolíu eða góðri ólífuolíu til steikingar. Þær eru báðar hitaþolnar og skemmast við hærra hitastig en margar aðrar olíur. Aðrar olíur sem eru hlutfallslega ríkar af omega-3 eru hörfrarolía, valhnötuolía, sesamolía og jómfrúrolía, en þær eru allar frekar viðkvæmar fyrir hita og því heppilegar til notkunar í salat eða kaldar sósur eða út af pasta eða kannski svona einhverja seika. Að lokum langar mig að fjalla krydd. Fjöldinn allur af kryddum hafa eiginleika til þess að vinna gegn krabbameini. Þetta eru aðalega krydd sem eru mikið notuð í austurlenskri matagerð. Túrmerik er líklega það krydd sem hefur verið hvað mest rannsakað og sýna fjöldinn allur af rannsóknum virkni þess til þess að vinna gegn krabbameini sem og mörgum öðrum sjúkdómum. Túrmerik sem áður fyrir var kallað saffran fátækafólksins hefur nú fengið nafnbótina gullnáma Indlands. Ástæðan er hinn ótrúlega lækningamáttur sem þetta krydd hefur. Virka efni í túrmeriki kallast kúrkúma og er bólguhamlandi, hefur andoxunaráhrif og hefur eiginleika til þess að vinna gegn sýkingum, veirum og sveppum. Sérfræðingar á MD Anderson Cancer Centerinu í Texas hafa rannsakað túrmeriki yfir 20 ár og birt yfir 500 ritrýndarfræðigreinar áhrif þess á ýmsa sjúkdóma. Rannsóknirnar hafi til dæmis sýnt fram á að túrmerik hafi öflugri áhrif á bólgu en ýmis bólgueyðandi lyf eins og íbúfen og geti unnið gegn krabbameini og öllum stigum þess. Þær rannsóknir sem nú standa yfir á MD Anderson Cancer Centerinu fara þannig fram að ákveðið úrtaka fólki láti taka túrmerik í töfluformi og áhrif þess þannig mælt. Niðurstöður fyrir rannsókna hafa sýnt að upptaka túrmeriks í líkamanum er tiltölulega lítil þegar að túrmerik er tekið eitt og sér og margfaldast þegar að túrmerik kemst í terfi olíu annars vegar og svartan pipar hins vegar. Þess vegna er yfirleitt mælt með því að nota túrmerik í matagerð og þá með olíu og svartum pipar eins og það er notað í hefðbundinni indverskri matagerð. Ef fólk vill hins vegar taka túrmerik í meira mæli er best að taka það með mat sem inniheldur olíu og svartan pipar. Túrmerik er ekki eina kryddið sem hefur eiginleika sem talið er að vinna gegn krabbameini. Krydd eins og wasabi eða japansk piparót, engifer, chili, kúmin, oregano, basil, fennel og fjöldinn allur af fleiri kryddum hafa öfluga eiginleika til að vinna gegn vexti og myndun krabbameins í líkamanum. Þannig að þegar við kryddum matinn okkar þá er ágætt að hugsa því meira því betra. En að lokum þá vil ég bara þakka kærlega fyrir mig og óska öllum góðs gengis.